Herðu, ok, þá erum við komin í kafla 5 og sem fjallar varmafræði og gaslögmálið. En við ætlum að byrja á frekar einfaldari spurningu og það er bara hvað er hiti. Og við ætlum að byrja að ímynda okkur að við séum með hérna vatnssameind og við veitum að vatnssameind samanstendur af 2 vetniseindum og 1 súrefni. Og ef við teiknum þetta þá er þetta hérna svona. Ok, þannig að segjum svo að þetta sé vatnssameind hérna við 10 gráðu hita á Celsius. Skiptir ekki máli hvort sé 10 gráður eða hvað, en hvað er eiginlega að gerast í þessari sameind? Og við getum líka spurt okkur hvað myndi gerast ef að við myndum hækka hitastigið á þessari vatnssameind. Og raunin svo er að þetta er ekki alveg svona einfalt eins og maður teiknar þetta, heldur vatnssameindir á fleygiferð og það eru til nokkrar hreyfingar eða tegund hreyfingar. Annars verður það að öll vatnssameindin er að víbrast, hreyfa sig fram og tilbaka. Við getum líka haft að þessi tengi að þau sé að hreyfast fram og tilbaka eða víbrast og við getum líka haft snúning. Það er að segja öll þessi sameindir að snúast í hringi. Þannig að sjáum það að hiti er eiginlega ekkert annað en hreyforka. Þetta er eitthvað hluti sem er á fleygiferð. Og eftir því sem ég myndi hita þetta upp, að þá myndi einfaldlega þessi hreyfingu aukast. Og það er hiti. Þetta er bara víbringur og hlutinni fara á meiri hreyfingu. Og hiti, hann hefur til dæmis áhrif á náttúrulega fyrsta lagi fasa. Því að við erum með efni getur verið í vökvaformi, föstu formi og gasformi og líka í plasmaformi. Það hefur áhrif á fasa en það hefur líka áhrif á rúmþyngd eða eðlismassa skulum við segja. Eðlismassa. Þetta hefur áhrif á rafleiðni og líka hefur áhrif á hraða ljóssins sem einhver dæmi. Og við erum með nokkra leiðir til þess að mæla hitastig. Þannig við erum með ákveðna kvarða sem kannast við og það sem við notum fyrst og fremst er Celsius sem við þekkjum og flestir í heiminum nota. Og einingin á þessu er skrifa svona gráðumerki og sé. Síðan er annað kerfi sem er notað í Bandaríkjunum sem er Fahrenheit. Einingin því svipuð, það er gráðumerkið og F. Og síðan er eitthvað sem ég hafði kannski ekki heyrt það er Kelvin. Og Kelvin er það sem við munum nota svolítið í þessum kafla. Þetta er S-einingi fyrir hitastig. Hefur þann eiginleika að hún verður aldrei neikvæð tala. Ef maður er að nota Kelvin og maður er að mæla hitastig okkur, þá er það aldrei neikvæð tala. Þannig við tökum hérna bara okkur dæmi. Segjum hérna að við erum með við erum með efni sem er við frostmark vatns. Ok, þannig að þá veit ég að þetta er 0 gráður á Celsius. Þetta er
273,15 gráður á Kelvin og þetta er 32 gráður á Fahrenheit. En maður sér hérna kannski augljóslega af hverju Celsius er miklu þægilegra. 0 gráður er frostmark vatns, 100 gráður er þegar gufur upp, en meðan Fahrenheit er ekki meira en svona common sense tölur. En við getum skoða hérna þessina tölu, 273,15. Málið er það að í raun og veru þá meikar ekkert mikið sens að tala neikvæðan hita eins og við erum með Celsius, við erum komið mínusgráður. Af því að það sem hiti er, eins og ég sagði áðan, er ekkert annað en hreyfing. Þannig að tala neikvæða hreyfingu meikar ekki alveg sens. Þannig að þess vegna er Kelvin eiginlega meir lógiskari og er hugsað þannig að ef það er engin hreyfing, það er engin víbringur á massamengdi, þessi tengi er ekki að hreyfast til, það er engin snúningur, að þá er það sem kallað er alkul. Það er þá engin hreyfing. Þannig að það er engin hreyfing og þá erum við í ástandi sem heitir alkul og það er 0 gráður á Kelvin. En það er líka mínus 273,15 gráður á Celsius. Herðu, ok, tökum núna fyrir, höldum við áfram og tökum fyrir hérna varma og varmaorku. Og varmaorka er sem sagt ekkert annað en hreyfing, eða hreyfiorka segi ég. Og orka er með eininguna júl. Ok, og við getum sagt hérna hefur eininguna og þetta er sem sagt sú orka sem er nauðsynleg eða sem þarf til einfaldlega að breyta hitastigi á einhverjum hlut. Breyta hitastigi á hlut. Og við getum að sjálfsögðu sett þetta í jöfnuform. Þannig að við segjum hérna að Q og þetta er varmaorka. Ok, og við spáum aðeins í því hvað að breyta hitastigi á hlut og hvað hefur áhrif á hversu mikla orku við þurfum. Það veikir náttúrulega sens að massin hefur áhrif, því meiri massa af efni og því meiri orku þarfti. Og síðan erum við með það sem kallast eðlisvarmi sem ég fer í eftir smá stund. Og síðan er líka hversu marga gráður ætla að hita hlutinu. Þannig að T er hitastig og og þessi þríhyrningur er delta, þetta því breyting á hitastigi eða aukning á hitastigi. Aukning á hitastigi. Ok. En ef við tölum þennan eðlisvarma, verðum hérna til liðar. Þannig að þá erum við að tala þetta sé hérna. Og eðlisvarmi, skilgreiningin á honum, það er sú orka sem þarf
til að hita 1 kíló af einhverju efni 1 gráðu. Og sjá það þegar ég tala 1 gráðu hérna að þá erum við að nota þá ekki Fahrenheit, annarkvort Celsius eða Kelvin. Að hækka hitastig 1 gráðu á Celsius það sama og hækka hitastig á Kelvin 1 gráðu. Ok, þannig að tökum hérna dæmi, eðlisvarmi vatns, því við munum nota það oftast. Eðlisvarmi vatns, það 4180 júl per kíló per Celsius. Því það, ef þú ert með 1 kíló af vatni og þú ætlar að hita 1 gráðu og þá þarftu 4180 júl. Ef við tökum nú bara dæmi, segjum við getum spurt okkur hvað þarf mikla orku til að hita 10 kíló af vatni segjum 20 gráður. Ok, hvað mikla orku? Ok, þannig að hérna bara verið að spyrja varmaorku, þannig að það var langbest að byrja því bara að skrifa þessi jöfnu. Það massi efnisins sinnum eðlisvarmi sinnum aukningu hitastigi. Þannig að við veitum hérna að við erum með 10 kíló, eðlisvarmi vatns 4180 og aukningu hitastigi 20 gráður. Og þannig að þetta eru frekar einfaldir útreikningar en að maður hendur þessu inn í reiknivél. Og þá fær maður 836.000 júl eða það sem maður myndi segja 836 kílójúl.